Ingi Þór Steinþórsson, þjálfari hjá Snæfelli í Stykkishólmi. Þú varst hér í dag ráðstefnustjóri á málþinginu þátttaka í lífstíl. Hvað finnst þér mikilvægi þings sem þetta, þar sem ungmenni koma saman og ræða málin? Mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst þetta vel sett og fjölbreytilegt. Það sýndi kannski ungmennunum hvað hægt að gera. Ýmislegt, þó að maður sé ekki afburða íþróttamaður, þá er það ekki eina hópastarfi sem maður getur farið í. Það er Evrópa fyrir unga fólkið og björgunarsveitirnar og fleiri dæmi hérna. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að það sé alltaf eitthvað fyrir unga fólki að gera. Það hefur oft verið gat fyrir ungt fólk, sérstaklega eftir að kemst að menntaskólaaldurinn, að þá er brottfall til dæmis úr hópíþróttum. Það er brottfall þar og það verður að hafa eitthvað að gera fyrir þetta fólks og þetta fari ekki að velja einhverjar ógæfuhliðar. Þannig að ég var mjög hrifinn af hugmyndinni sem er í Snæfellsbæ, þar sem að ungmenni eru með afnota félagsmiðstöðinni fyrir sig og fá að fara í leiktækin þar, PlayStation og biljard og fleira. Þannig að það er bara mjög mikilvægt að allir fái að sinna sínu þörfum, sama hvernig maður lítur út, hversu stór maður er, snöggur eða hvernig það er. Þannig að áhugamálin allar er ekki þau sömu, það er ekki allir sem vilja fara í íþróttum akkúrat, en vilja fara í hópastarfi. Þannig að frábært bara að sjá hversu fjölbreytt er og hversu vel þetta er sett upp. Þannig að ég tel þetta mjög mikilvægt. Er þáttaka unglinga hér á Snæfellsnesi í íþrótta- og tómstundastarfi svona almenn og góð? Já, hún er almenn og góð, en það er alltaf raun og veru segi einn sem verður ekki taka þátt er einum of mikið. Það er allir að taka þátt, en ef einhver vill alls ekki taka þátt þá er það engin kvöð. En ég held að sé mjög þroskandi fyrir hvern og einn að taka þátt í hópastarfi. Það býr mjög vel að því í atvinnulífinu, það fólk sem kann að vinna í hóp.